Gagnvirk hljóðupptaka felst í að kennari deili hljóðskrá með nemendum og lætur fylgja með umræðuþræði eða spurningar sem nemendur eiga að svara. Hér sést verkefnið frá sjónarhorni nemanda. Efst eru leiðbeiningar kennarans. Í hluta 2 er upptakan sem nemandinn á að hlusta á. Upptökunni fylgja frá kennaranum 2 spurningar og umræður sem nemandinn á að taka þátt í og hér er einnig komin umræðuþráður sem nemandi hefur stofnað. Nemandinn spilar hljóðupptökuna. Með því að smetla á örina hægra megin má sjá atriðin sem hefur verið bætt inn í upptökuna, spurningar og umræðuþræðir. Lásar á tímalínu upptökunar gefa til kynna að til að halda áfram að hlusta þarf nemandinn að svara spurningu eða skrifa í umræðu. Punktarnir á tímalínunni tengjast spurningum eða umræðum sem kennari eða nemendur hafa sett þar inn. Nemandinn getur notað plúsmerki til að bæta við eigin framlagi á tiltekna staði í upptökuna. Í þessu tilviki fá nemendur að búa til hvort sem er spurningu eða umræðu, en það fer eftir uppsetningu kennarans. Nemandinn skrifar athugasemdina sína, en hann getur líka tekið upp hljóð, vídeó eða setti viðhengi. Efst á skjánum getur nemandi fylgst með eigin framvindu. Þessar upplýsingar birtast þó eingöngu þegar engun er gefin fyrir verkefnið. Nemandinn getur tekið hlé og haldið áfram síðar svo framalega sem skilafrestur er ekki liðinn. Með því að smetla á örina efst til vinstri kemst nemandinn á yfirlit síðu verkefnisins. Fyrir neðan upptökuna sést nú hlutfallslega hve miklu af vinnunni nemandinn hefur lokið. Kennarinn hefur kosið að hafa engunir sýnilegar og þá uppfærast engunni jafn óðum og nemandinn vinnur hluta verkefnisins. Kennarinn getur fylgst með vinnu nemanda og svarað spurningum og tekið þátt í umræðum inn í upptökunni. Kennarinn fær tilkynningar undir bjöllunni efst til hægri, til dæmis þegar nemendur skrá innlegg í umræður. Með því að nota hjálparhnappinn neðst til vinstri er hægt að fá aðstoð með Feedback Fruits 24 tíma sólarhring alla virka daga. Þetta er það helsta gagnvirka hljóðskrá. Takk fyrir.